Tjón á húsum og innviðum í Grindavík sem hefur verið metið nemur rúmlega 7 milljörðum króna og á upphæðin eftir að hækka mikið. Fyrirtækjaeigandi segir óvissuna mikla og margir bíði enn eftir uppgjöri. Grænlendingum þykir mörgum ógnvekjandi að Trump útiloki ekki að beita hervaldi til að ná þar völdum. Prófessor í heimskautarétti telur Trump girnast landið í öryggisskyni og vegna auðlinda. Hjólhýsi og húsbíl brunnu til kaldra kola á hjólhýsasvæðinu við Sævarhöfða í nótt. Óásættanlegar aðstæður höfðu áhrif á hve hratt eldurinn breiddist út, segir kona sem þar býr. $145 kíló af tundurdufl var sprengt á 12 metra dýpi í Eyjafirði í dag. Sprengjan kom að landi í Akureyrarhöfn með togara í gær. Hraunkælingarstjóri er orð ársins. Þetta er bæði gaman og mikill heiður, segir sá eini sem ber þann titil. Komið sæl. Það er ekki hægt að láta okkur hanga hjá að bláþræði endalaust, segir fyrirtækjaeigandi í Grindavík. Tjón vegna náttúruhamfaranna er rúmlega 7 milljarðar að mati náttúruhamfaratrygginga. 65 hús í Grindavík eru ónýt. Af þeim eru hátt í 30 iðnaðarhúsnæði. Eitt þeirra á Halla María sem á og rekur staðinn hjá Höllu. Og þetta skemmdist sem sagt allt hérna 10. nóvember, sprakk allt saman og fór að rifna frá viðbyggingunni. En það er eins og segi, það er alltaf að skemmast meira og meira. Það er svona að hrynja þakið. Ekki traustvekjandi eða. Húsið stendur í Staðarsundi í iðnaðarhverfi Grindavíkur sem er illa farið. Húsið eru 7 iðnaðarbil. Tjón í Grindavík nemur nú 7,2 milljörðum samkvæmt náttúruhamfaratryggingu. Sviðsstjóri þar segir í skriflegu svari til Fréttastofu að heildartjón geti orðið talsvert herra. Hvað segir náttúruhamfaratryggingu um þessa lengju hér? Hún er sem sagt allavega partur af henni er ónýtur. Þannig að okkar bil og 2 næstu bil eru ónýt, en svo er restin heil, en samt dæmd að einhverju leyti skemmd sko. Stofnunin metur og greiðir aðeins fyrir tjón á húsinu sjálfu, ekki lóðinni. Tjón vegna sprungna á þeim fæst ekki bætt. Eins og sést á þessum myndum liggur stór sprunga undir húsinu og í gegnum lóðina. Hluti eigandanna ætlar ekki að una niðurstöðu náttúruhamfaratrygginga og hefur óskað eftir endurmati. Það eru 4 eigendur sem eru með heilbil og eru náttúrulega ekki sáttu við það sem ég svo sem skil. Það er náttúrulega, gatan er ónýt þegar sumir komast ekki inn í húsnæði sitt, svo húsnæði sé heilt. Þannig að það þarf að finna einhverja lausn á þessu. Þetta er í grunninn sama húsið með sameign þó að því sé skipt upp í nokkur bil. Ef allir eigendurnir eru ekki sáttir við niðurstöðuna getur Halla María ekki fengið sinn hlut greiddan. Höfum verið að greiða 7 milljónir á þessu síðasta ári í þetta húsnæði sem er augljóslega ekki hægt að nota og verður ekki hægt að nota. Það er ekki rafmagn, það er ekki hiti eins og þið finnið og það er svona, ekki ennþá búið að vinna hér í götunni hvað verður gert. Við vitum náttúrulega ekki hvað verður gert hérna með þetta svæði. Við hefum ekki fengið svör við því og þannig að við stöndum bara í því að halda fram að bíða. Rekstrarstuðningur til grindvískra fyrirtækja var framlengdur út mars. Grindavíkurnefndin vinnur að tillögum fyrir nýja ríkisstjórn, meðal annars hvað atvinnurekendur í bænum þurfi. Það þarf samt sem áður að klára viss mál, að láta þau ekki hanga bara á bláþræði endalaust. Og eins og segi, það er náttúrulega miklu meiri viti því að koma fólki af ríkinu og það haldi sérst áfram að geta verið með vinnu fyrir sjálfa sig og aðra og þá er miklu meiri líkur að við komum tilbaka. Það er ómögulegt að kaupa út heilt bæjarfélag og skilja bara nokkra einstaklinga eftir. Það er bara ekki hægt. Þú setur ekkert fólk í þá stöðu að séu bara einhverjir 10 aðilar hérna sem er að byggja upp eitthvað samfélag sko. Stjórnvöld í Frakklandi og Þýskalandi vara verðandi Bandaríkjaforseta við að ætla að reyna að ná yfirráðum á Grænlandi. Prófessor í heimskautarétti segir ljóst að hugmyndir Trumps samræmist ekki þjóðarétti. Mörgum var brugðið við svar Donalds Trumps í gær þegar hann var spurður hvort hann útilokaði að beita hervaldi til að ná yfirráðum yfir Grænlandi og Panama. Svari var nei, að slíkt útilokaði hann ekki. Jeg synes, de langt over stregen. Det det. Altså, at true os, ikke?
med økonomi eller med militærmagt. Jeg synes, det er virkelig skræmmende, når han siger det på den måde, at han ikke vil holde sig tilbage med at anvende økonomisk og militær magt. Prófessor í heimskautarétti við Háskólann á Akureyri og Háskóla Grænlands segir ljóst að hugmyndir Trumps gangi gegn þjóðarétti. Þetta mjög óvenjulegt, þetta mjög skýr í þjóðarétti að ríki má ekki beita vald gegn aðra, má ekki taka lönd, má ekki kaupa heldur, það fyrir fólk sem búa á landinu til að ákveða þeirra stjórn og framtíð. Og hvað geti leynst á Grænlandi sem Trump girnist? Ef maður skoður á kort, maður geti séð Grænland í Norður-Atlantshafi. Þetta mjög mikilvægt fyrir öryggis Bandaríkjanna, jafnvel Evrópu, Kanada og Íshafi. Reyndar hafa Bandaríkin haldið upp herstöð í Norður-Grænlandi í Pitufik síðan svona 1940 eitthvað. Og þetta mjög skiljanleg að þeir vilja hafa stöð þarna og grænlendingar mjög fáir. Þá Grænland auðugt af auðlindum svo sem efnum sem eru mikilvæg fyrir orkuskipti og ýmsa nútíma tækni. Núna Kína með rosa mikið vald á í þetta markaði og þar margar aðilar eins og Evrópusamband og Bandaríkjur sem að reyna að hafa meira beint tengs til að fá svona steinefni. Og sérstaklega í löndi eins og Grænlandi sem svolítið rólegt land og velstjórnað þjóð. Utanríkisráðherra Frakklands lýsti því yfir í dag að Evrópusambandið myndi aldrei leyfa öðrum ríkjum að ráðast á landamæri þess. Talsmaður ríkisstjórnar Þýskalands tók í sama streng og sagði að nú, líkt og alltaf, væri meginregla að hervaldi yrði ekki beitt til að færa landamæri. Og við þetta má bæta að Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, hún hefur boðað leiðtoga þingflokka í Danmörku til fundar á morgun vegna þessara hugmynda Trumps. Ökumaður steypubíls gætti ekki að umferð hjólandi vegfaranda á völlunum í Hafnarfirði í fyrravetur með þeim afleiðingum að 8 ára drengur lést. Ökumaðurinn hefur verið ákærður fyrir manndráp á gáleysi. Rannsóknarnefnd samgönguslysa birti í dag skýrslu slysið sem var þann 30. október 2023 á vinnusvæði á Ásvöllum þar sem íþróttastarfsemi Hauka fer fram. Þar segir að 8 ára drengur hafi byggt á reiðhjólin og bílastæði við Ásvallalug og að á sama tíma hafi steypubíl verið ekið í sömu átt og á drenginn með þeim afleiðingum að hann lést samstundis. Megin orsök slysins var að ekki var gætt að umferð hjólandi vegfarenda. Vegfarandinn var hinn 8 ára Ibrahim Shah sem var á leið heima fótboltaæfingu með Haukum. Rætt var við móður hans í Kastljósi í fyrra þar sem hún sagði aðstæður og vettvangi hafa verið með öllu ófullnægjandi. Because accident happens, but this accident, I don't consider it as an accident. It was completely negligence, ignorance. He was not supposed to die in that terrible accident. He was supposed to come home safely. But he didn't, and he's not coming back. Samkvæmt skýrslunni var aðkoma vinnutækja og umferð óvarinna vegfarenda við vinnusvæðið ekki nægjanlega afmörkuð. Þá tekið fram að þekkt sé að hægri beygja ökutækja og þó sérstaklega stærri ökutækja á gatnamótum geti verið sérstaklega hættuleg óvörðum vegfarendum. Áréttað hversu brýnt það að ökumenn hugi að þessu sem og notkun stefnuljósa sem líklega hafi ekki verið gert í þessu tilfelli. Ökumaðurinn hefur verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi. Karlmaður á 50-aldri sem var handtekinn á Kjalarnesi á nýársnótt var í dag úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 4. febrúar. Hann grunaður að hafa stungið 3 menn með hnífi. 2 slösuðust alvarlega í árásinni og hlaut annar þeirra lífshættulega áverka. Hann var útskrifaður af gjörgæslu daginn eftir árásina. Rannsókn málsins miðar vel, segir í tilkynningu frá lögreglu. Sprengjusérfræðingar Landhelgisgæslunnar söktu tundurdufli og sprengdu í Eyjafirði í dag. Sprengjusérfræðingur segir óæskilegt að komið sé í land með sprengiefni. Það var núna rétt fyrir klukkan 1 sem að þeim tókst loksins að sprengja tundurduflið hérna ofan í sjónum í Eyjafirði og það var eiginlega ekkert smáræði. Við stóðum hérna ég og tökumaður og það nötraði hérna jörðin undir fótunum á okkur eins og ég gerir ráð fyrir að sjáist líka á myndefninu.
Þetta var 145 kg tundurdufl sem við sprengdum hana á 12 metra dýpi. Bara heppnaðist bara mjög vel, mjög gott. Og þetta öruggasta leiðin að ykkar mati að gera þetta svona ofan í hafinu, framkalla bara sprenginguna? Já, ef við getum þá þetta öruggasta leiðin, en það fer alltaf eftir bara verkefnum hverju sinni. Fyrst var ætlunin að sprengingin yrði milli 11 og 12 og gefin út viðvörun til skipa að vera ekki á ferðinni þar nærri á meðan. Ís, hröngl og fleira tafði síðan störf sprengjusveitarinnar sem framlengdi skipaviðvörunina til klukkan 1. Já, við vorum að berjast við rekís í fyrnum. Það var svona 2 cm ís spanni sem kom yfir okkur. Þannig að það getur þetta áhrif á náttúrulega vírana og baugunar og bátinn, það sem ekki til stað. Og við höfðum smá áhyggjur að því, en það fór allt vel að slappa. Tundurduflið sem skipverjar á togaranum Björgu EA héldu fyrst að væri illa farin tunna kom alla leið til Hafnar á Akureyri í gær. Þar lagðist skipið að bryggju við fiskvinnslu þar sem vinna yfir 100 manns. Jú, það er ekki æskilegt. Það kemur ljós eftir að skipið kemur í land að það er með eitthvað torkennar hlut. En við vissulega viljum að sjófarendur huga því hvað þeir fá í vörpunar og frekar senda okkur fleiri myndir en færri. Þegar ennþá að sjó. Öðru hverju finnast tundurdufl á Íslandsmiðum en það eru sprengjur sem var komið fyrir í hafi á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar. Þetta tundurdufl var breskt og hafði líklega hvílt á hafsbotni í meira en 80 ár. Slökkviliðsmenn í Los Angeles í Bandaríkjunum segja vonlaust að slökkva skógareldar sem kviknuðu í útjaðri borgarinnar í gær. 2 eru látnir og fjöldi húsa eru rústir einar. Eldarnir kviknuðu í gær og breyttust út á ógnarhraða. Mikill vindur í Los Angeles sem torveldar slökkvistörf og gerir eldana stjórnlausa. And the fire continues to grow with 0% containment. We have over 500 personnel assigned, and unfortunately we have 2 reported fatalities to civilians. Unknown cause at this time, and we do have a number of significant injuries. Eldarnir geisa á 4 stöðum umhverfis borgina. Mesta eyðileggingin norðurafinni og alls hefur 20 til 30 ferkilometra svæði brunnið. 30.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín og 1.000 heimili eyðilagst. Útlitið enn dökkt, rauð viðvörunir í gildi og eins og hér sést mikill vindur í Kaliforníu. Viðbragðsaðilar í Los Angeles segjast vart hafa séð annað eins. Fjöldi fólks hefur þurft aðstoð og hafa sjúkraliðar og lögregla ekki undan. Til að bæta grá ofan á svart hafa óprúttnir aðilar stundað gripdeildir í yfirgefnum verslunum. Og fleiri nýta sér neyð fólks því borið hefur á að fólk okri á bágstöddum og rukki of hátt verð fyrir gistingu, eldsneyti, mat og aðrar nauðsynjar. Slíkt ólöglegt í Kaliforníu á meðan neyðarástand ríkir og segir dómsmálaráðherra ríkisins að okrarar megi reikna með háum sektum og jafnvel fangelsisvist. Hraunkælingarstjóri orð ársins 2024. Fjórðungur þátttakenda valdi þetta orð í netkosningu. 6 sinnum gaus á Reykjanesskaga á síðasta ári og þegar hætta var á að glóandi hraunið rynni yfir varnargarða var gripið til þess ráðs að kæla það með því að dæla yfir það vatni. Stjórnandi þessara aðgerða hlaut starfsheitið hraunkælingarstjóri og þetta orð var hlutskarpast í netkosningu á rúv.is þegar leitað var að orði ársins. Fjórðungur þáttakenda valdi orðið. Það náttúrulega bara ótrúlega mikill heiður að vera sá eini sem að ber þennan titil. Vinur minn hann Haukur Grönli að hann finnur upp á þessu orði og okkur fannst þetta náttúrulega bara frábært orð sem gerði það verkum. Þetta virkar greinilega vel. Ertu dálítið að nota þennan titil eða er það bara í viðtölum? Það er eiginlega bara í viðtölum og svo er fólki kringum mig mikið að nota þetta á mig en þetta er gaman að þessu, gaman að bera þennan titil, engin spurning. Tilkynnt var orð ársins á menningarverðlaunahátíð Ríkisútvarpsins í dag. Áslaug Jónsdóttir hlaut viðurkenningu rithöfundasjóðs Ríkisútvarpsins fyrir ritstörf og Birnir Jón Sigurðsson hvatningaverðlaun. Þá hlaut tónlistarmaðurinn Múkisson Krókinn viðurkenningu Rásar 2 fyrir framúrskarandi tónlistaflutning á árinu fyrir tónleikaröð sína í 100 kirkjum.
Einn var fluttur á sjúkrahús eftir bruna á hjólhýsasvæðinu við Sævarhöfða í Reykjavík í nótt. Altjón varð á 2 hýsum og 2 til viðbótar skemmdust. Eldurinn kviknaði í hjólhýsi og barst þaðan í húsbíl við hliðina á en hvoru tveggja brann til kaldra kola. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir býr í næsta hjólhýsi við það sem kviknaði í. Tíkin hennar tinna vaktana en íbúi hjólhýsisins hafði þá komist út og Geirdís hafði samband við 112. Eldurinn var þá við það að læsa sig í húsbílinn við hliðina á og hún barði á hliðarbílsins hrædd að íbúin væri inni í fasta svefni. Hýsi Geirdísar var einnig fyrir talsverðu tjóni. Það ekki fyrir að ég sé að þeir eru að ná tökum á eldinum og að við erum búin að fá staðfestingu á því að eigandi húsbílsins, að hann var ekki heima, að þá bara eiginlega svolítið brotnaði niður og ég bara hágrét hérna. Hefur eitthvað svona átt á hvað þetta er mikið tjón? Nei, en það er mikið. Og ég meina númer 1 og 3, ég meina við erum heimilislausar. Veistu hvað ætlar að vera í nótt? Nei, ég hef ekki náð að hugsa svo langt en það eru alveg nokkrir aðilar í kringum mig búnir að hafa samband og segja að ég sé velkomin. Hjólhýsasvæðið á Sævarhöfða átt að vera til bráðabirgða að sögn borgarstjórnar. Fólkið sem þar býr hefur verið þar í vel á annað ár. En hjólhýsin og húsbílarnir voru áður í Laugardalnum. Geirdís telur engan raunverulegan vilja hjá borginni til að finna annan og betri stað. Óboðlegar aðstæður á Sævarhöfða hafi spilað inn í hver hratt eldurinn breiddist út. Vegna þess hversu lítið pláss við höfum, hversu stuttur á milli staura fyrir rafmagnsstaurana, þá gátum við heldur ekki haft nægilega langt bil á milli og eins og ég segi, 4 metrar hafa ekkert að segja þegar að kemur upp eldur í svona tæki og það þarf ekki nema bara örlítinn, það var ekki hvasst í nótt sko. Það þarf ekki nema bara örlítinn andvara og hér sjáum við afleiðingarnar. Þetta er ekki hægt. Uppi varð fótur og fit við Laugardalshöll þegar nemendur í 10. bekk urðu varið við tófu á vappi. Hún slapp úr húsdýragarðinum í nótt. Það er ramgirt búrið hérna í húsdýragarðinum þar sem að refirnir halda sig. En greinilega ekki nóg því að í nótt þá slapp einn þeirra úr búrinu og þá upphófst mikil leit. Tófunni Ylfu hafði tekist að sleppa úr búrinu í skjóli nætur og skilið systur sína Ynju eina eftir. Starfsmenn húsdýragarðsins leituðu að dýrinu í námunda við garðinn í Laugardalnum. En það var ekki fyrir miðjan dag sem hún kom í leitirnar. Hópur drengja í 10. bekk í Laugalækjarskóla kom auga á hana. What? Herru, við þurfum að fara út á náðu. Nei! Þegar strákarnir fóru út hafði refurinn komið sér fyrir í horni undir stiga við Laugardalshöll. Passa hérna efri krökkuna. Æ. Þeir voru svo fyrstu sem komu og sá hann og bara settu úlpur og töskur og fæturnar sína alveg hérna, bara alveg að passa hann komist ekki út. Þannig héldu þeir tófunni fanginni, þar til starfsmenn dýraþjónustu borgarinnar komu á vettvang með búr. Þannig að þá ákvað ég að fara hérna upp og svona trampa á stigana, þannig að hún var ótrúlega hrædd og svona bara hljóp og beint inn í búrið á milli lappirna hjá honum Inga. Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að tala verðhækkanir sem nokkuð hefur borið á að undanförnu. Breiðfylking stéttarfélaga á Samtaka atvinnulífsins, þau seldu frá sér yfirlýsingu í dag þar sem þau hvöttu hið opinbera fyrirtæki til þess að gera allt sem þau getur til þess að halda aftur af verðhækkunum og standa þannig vörð kjarasamninga. Við ætlum að ræða þetta við þau Vilhjálm Birgisson hjá Starfsgreinasambandinu og Sigríði Margréti Oddsdóttur hjá Samtökum atvinnulífsins hérna á eftir. Svo ætla að kynna okkur gamamyndina Guðavegar sem er nýkomin í bíó. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við missum ekki á Kastljósinu í kvöld frekar en endranær, við ætlum að snúa okkur að veðri. Háþrýstisvæði er yfir landinu og það verður víða bjart en jafnframt kalt. Hæðarsvæðið leitar smám saman til austurs þegar líður á morgundaginn og opnar að fyrir vestlæga átt með éljum vestanlands og hækkandi hitatölum þegar húma tekur að kvöldi á morgun.
En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir Svíþjóð í vináttuleik annað kvöld. Leikurinn mikilvægur til að slípa liðið saman fyrir HM. Ólafur Stefánsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði, segir mikilvægt að byrja að huga strax að næstu ólympíuleikum. Þú ferði það þannig, þetta enn eitt mótið, vertu annar staðar. Og væntingar landsliðsmanna fyrir HM að vinna riðilinn sinn til að byrja með. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp elstu atriði þessa fréttatíma. Tjón á húsum og innviðum í Grindavík sem hefur verið metið nemur rúmlega 7 milljörðum króna og á upphæðin eftir að hækka mikið. Fyrirtækjaeigandi segir óvissuna mikla og margir bíði enn eftir uppgjöri. Grænlendingum þykir mörgum ógnvekjandi að Trump útiloki ekki að beita hervaldi til að ná þar völdum. Prófessor í heimskautarétti telur Trump girnast landið í öryggisskyni og vegna auðlinda. Hjólhýsi og húsbíll brunnu til kaldra kola á hjólhýsasvæðinu við Sævarhöfða í nótt. Óásættanlegar aðstæður höfðu áhrif á hve hratt eldurinn breytist út, segir kona sem þar býr. $145 kílóa tundurdufl var sprengt á 12 metra dýpi í Eyjafirði í dag. Sprengjan kom að landi í Akureyrarhöfn með togara í gær. Hraunkælingarstjóri er orð ársins. Þetta er bæði gaman og mikill heiður, segir sá eini sem ber þennan titil. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. Næstu fréttatímar er í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. En hvað gerir leikstjóri og hvernig verður maður slíkur? Sviðið er ný íslensk þáttaröð þar sem Jóhann Kristófer Stefánsson kynnir sér fjöllega og fjölbreytta flóru íslenska sviðslista. Hugarró á 6 dögum. Danskir heimildaþættir þar sem 6 ungmenni sem þjást af streitu taka þátt í tilraun þar sem þau slökkva á símónum sínum og flytjast út í skóg. Sekundur. Finnskir spennuþættir frá 2024. Þegar lest fer út af sporinu og veldur sprengingu í smábæ í Finnlandi fær Marita Kaila það hlutverk að leiða rannsókn á tildrögum slissins. Atvikið í Djallofsgarði, heimildaþáttaröð þar sem reynt er að varpa ljósi á hvernig 9 ungmenni létust á dularfullan hátt í gönguskíðaleiðangri í Úralfjöllum í febrúar 1959.